Formaður Sjálfstæðisflokksins staðfestir að hann hafi undirritað veðsamning dagsettan nokkra daga aftur í tímann vegna 10 milljarða króna láns Glitnis til einkahlutafélagsins Vafnings. Lánið fór til Milestone og reyndi bankinn að hylja það. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, staðfestir að hafa undirritað veðsamninga dagsetta aftur í tímann vegna 10 milljarða króna láns Glitnis til einkahlutafélagsins Vafnings. Lánið var í raun veitt Milestone. Bjarni kveðst enga vitneskju hafa haft lánveitingar Glitnis til félagsins. Lárus Velding, fyrrverandi forstjóri Glitnis og Guðmundur Hjaltason, fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá bankanum, sæta ákæru sérstaks saksóknara fyrir umboðssvik. Þeir eru sakaðir að hafa misnotað aðstöðu sína og stefnt fé bankans í stórfellda hættu með því að veita Milestone, félagi í eigu Karls og Steingríms Vernessona, ríflega 10 milljarða króna kúlulán 8. febrúar 2008 án trygginga eða ábyrgða og andstætt útlánareglum Glitnis. Segja má að með gjörningnum hafi falli Glitnis verið seinkað því félagi í eigu Vernesbræðra var einn stærsti hluthafi bankans. Af ákæru sérstaks saksóknara má ráða að bankinn hafi fært lánið yfir á einkahlutafélagið Vafning til að komast fram hjá útlánareglum bankans og var Vafningur stofnaður gagngert í þeim tilgangi. DEVAF hefur á undanförnum fjallað ítarlega málið. Eigendur Vafnings voru Vernesbræður og ættingjar Bjarna Benediktssonar, formanns Sjálfstæðisflokksins. Eigendur Vafnings veittu Bjarna umboð til að veðsetja hlutabréf félagsins fyrir láninu. Umboðin eru dagsett 8. febrúar, sama dag og lánið fór frá Glitni til Milestone. Samkvæmt ákæru sérstaks saksóknara var látið líta út sem Vafningur hefði fengið lánið en ekki Milestone. Í yfirlýsingu í dag segist Bjarni hafa skrifað undir skjöl 11. eða 12. febrúar en veðsamningurinn sem hann undirritaði dagsettur þann 8. Bjarni sá sér ekki fært að veita fréttastofu viðtal vegna málsins en segir að hann hafi ekki komið að neinum lögbrotum. Honum hafi verið ekki kunnugt lánveitinguna til Milestone, hann hafi einungis aðstoðað hluthafa Vafnings við að verða við kröfum bankans tryggingar. Bjarni seldi hlutabréf í Glitni fyrir rúmar 120 milljónir króna í febrúar árið 2008 í sama mánuði og Vafningsviðskiptin svokölluðu fóru fram. Vafningsmálið var hluti af blekkingarleik til að framlengja líf gamla Glitnis sem var í raun kominn að fótum fram löngu fyrir hrun. Þetta segir Vilhjálmur Bjarnason, dósent í viðskiptafræði. Endurskoðendur hafi líka brugðist. Mánuðina og misserinn fyrir hrun keyptu allir gömlu bankarnir upp hlutabréf í sjálfum sér í því skyni að halda uppi verðinu og fegra stöðuna, enda viðbúið að spilaborgin hefði annars hrunið fyrr en ella. Þetta er að minnstakosti grunur sérstaks saksóknara sem rannsakar mörg slík mál sem markaðsmisnotkun. Eitt þeirra snýr að láni sem fyrirtækið Vafningur fékk til að bjarga nokkrum félögum sem fengið höfðu veðkall frá bandaríska bankanum Morgan Stanley. Gögn benda til þess, eins og við greindum frá fyrir tæpu ári, að 2008 hafi Glitnir í raun átt 40% í sjálfum sér en ekki 10% eins og lög gerðu ráð fyrir. Vafningsmálið svokallaða sem var í febrúar 2008 var hluti þessa blekkingarleik, segir dósent í viðskiptafræði. Það var verið að rýra eigið fé bankans og það var farið langt fram yfir þau mörk sem bankinn hefur heimild til að eiga og hafa veði í eigin bréfum. Það náttúrulega skýrir sig alveg sjálft að þarna er brot á lögum hlutafélög, þarna er brot á lögum verðbréfaviðskipti, þarna er brot á lögum fjármálafyrirtæki. En þarna er bankinn algjörlega orðinn óstarfhæfur og það sem verra er að sérlegir eftirlitsmenn hluthafa, endurskoðendur, þeir skrifa upp á 2 athugasemdalausu uppgjör eftir þetta Vafningsmál. Formaður Sjálfstæðisflokksins sat í stjórn 2 félaga sem áttu í einkahlutafélaginu Vafningi. Sérstakur saksóknari telur að Vafningur hafi verið notaður til að fremja lögbrot. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sat í stjórn 2 félaga sem tengjast einkahlutafélaginu Vafningi. Félagið var stofnað gagngert til þess að koma 10 milljarða króna kúluláni Glitnis til Milestone fram hjá útlánareglum bankans. 2 menn sæta ákæru sérstaks saksóknara umboðssvik vegna málsins. Í ákæru sérstaks saksóknara eru Lárus Velding, fyrrverandi forstjóri Glitnis og Guðmundur Hjaltason, fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá bankanum, sakaðir að hafa misnotað aðstöðu sína og stefnt fé bankans í stórfellda hættu. Þeir hafi veitt Milestone, félagi Vernesbræðra, 10 milljarða króna kúlulán 8. febrúar 2008 án ábyrgða og trygginga og á svig við lánareglur bankans. Samkvæmt ákærunni var einkahlutafélagið Vafningur notað til að hylja að láni færi til Milestone en félagið var stofnað 7. febrúar 2008, degi áður en láni var veitt.
Vafningur fékk sambærilegt lán frá Glitni 12. febrúar en sú fjárhæð var svo millifærð rakleiðis til baka til að greiða upp Milestone-lánið. Í ákæru sérstaks saksóknara segir orðrétt. Gögn málsins bera með sér að látið var líta út fyrir að Vafningur EHF hefði tekið lánið í stað Milestone EHF 8. febrúar 2008 með því að dagsetja lánasamningin milli Glitnis og Vafnings EHF 8. febrúar 2008. Bjarni Benediktsson undirritaði veðsamning vegna lánsins frá Glitni til Vafnings í umboði hluthafa félagsins. Hann staðfesti í gær að hafa undirritað samningin 11. eða 12. febrúar nokkrum dögum eftir að veðsamningurinn dagsettur. Dagsetning skjalana hafi verið forskrifuð og slíkt sé alvanalegt. Hann hafi enga vitneskju haft lánveitinguna til Milestone. Hans eina aðkoma að málinu hafi verið að aðstoða hluthafa Vafnings við að verða við kröfum Glitnis tryggingar fyrir láninu til félagsins. Eigendur Vafnings voru Milestone, einkahlutafélagið Skeggi og fjárfestingafélagið Máttur. Skeggi var í eigu Milestone, BNT móðurfélags N1 og Einars Sveinssonar föðurbróður Bjarna. Máttur var í eigu Milestone og bræðrana Einars og Benedikts föður Bjarna. Bjarni var þó stjórnarformaður BNT og átti sæti í stjórn Máttar. Bjarni veitti sjálfum sér umboð fyrir hönd BNT til að veðsetja hlutabréf félagsins í Vafningi. Á þessum tíma hafði bandaríski fjárfestingabankin Morgan Stanley gjaldfellt lán til Þáttar International sem notað hafði verið til að kaupa hlutabréf í Glitni. Þáttur var eins og hinn félögin í eigu ættingja Bjarna og Vernesbræðra. Ef lánveitingin hefði ekki komið frá Glitni hefði Morgan Stanley leyst hlutabréfin til sín. Í ákæru sérstaks saksóknara á hendur fyrrverandi forstjóra Glitnis og fyrrverandi framkvæmdastjóra segir: lánveitingin átti þátt í að Glitnir féll í byrjun október 2008 með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir kröfuhafa, ríkissjóð og almenning á Íslandi. Skilanefnd Glitnis tók Vafning yfir árið 2009 en þá skuldaði félagið ríflega 36.000 milljónir króna samkvæmt ársreikningi. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir að allar ásakanir á hann í svonefndu Vafningsmáli standist ekki skoðun, dómgreind hans hafi ekki brugðist. Hann segir allt gert til að koma höggi á formann Sjálfstæðisflokksins. Pólitískir hagsmunir ráði för og vinstri öflin óttist að Sjálfstæðisflokkurinn sé að ná fyrir styrk. Hann segir DVF hafa skrifað 450 greinar sig frá kosningum. Umræðan tengist landsdómsmálinu, segir Bjarni sem var gestur Kastljóssins í kvöld. Við skulum hafa það í huga hér að ákæran sem þú ert að vísa til, hún byggir á rannsókn sem hefur farið fram, opinber rannsókn. Enginn hefur verið ákærður fyrir skjalafals í þessu máli. Nú það á forsíðum blaðan eins og DVF í gær. Fölsun Bjarna í þessu máli. Tóm vitleysa og þvæla. Og við sjáum það núna síðast að DVF sem hefur haldið uppi þessum málflutningi byrjaði á því að halda því fram að ég hef verið að braska með fasteignir á Macau, ekki satt. Nú síðan átti ég að hafa verið að braska með eignir í Bretlandi. Nú ég átti að hafa farið illa með bótasjóð Sjóvá og nú á ég að hafa falsað skjöl. Ekkert af þessu stenst skoðun. Allt varandi mína aðkomi í þessu máli hefur legið fyrir í mörg ár. Og ekkert siðferðilega rangt við þetta. Og þetta varandi ákæruna, Helgi, hún kom fram í desember. Já, ekkert siðferðilega rangt við þetta. Við mína aðkomi, neða sjálfsögðu ekki. Að þegar ég fæ umboð til þess að skrifa undir fyrir hönd hluthafa sem eru að veita bankana tryggingar. Það sjálfsögðu ekkert siðferðilega rangt við það. Aðeins að þessum hlutabréfakaupum. Hvað gerðirðu við þessa peninga? Ég var nú til dæmis að byggja hús á þessum tíma, var að ljúka við að byggja fasteign fyrir fjölskyldunum mína. Það var nú kostnaðarsamt og drjúgur hluti af þessu fór í það.